Já, komið í sæl og gleðilegan skírdag. Nú erum við komin hingað í Bakkastofu og heimilið og menningarhúsið til að eiga með ykkur nokkra stund fugla, páska, birtu og allt milli himins og jarðar. Hvað segir þú, Valgeir minn? Ertu svolítið í páskagírnum núna? Já, ég milli himins og jarðar. Páskarnir hafa náttúrulega alltaf verið mjög svona, spennandi tími. Það var náttúrulega frí í skólanum. Já. Oft var þetta að fara á skíði og svo kom dagurinn mikli og þá lagðist þjóðin bara í gegndarlaust súkkulaði átt. Og þetta var náttúrulega bara alveg stórfenglegt. Og manstu hvernig var staðið að eggja gjöfinni hjá þér? Það komu nú bara, eggin komu og stóðu einhvers staðar upp í hillu Og hvað fékkstu mörg? Þetta voru nú kannski, ég veit ekki, 2-3 egg. Hvernig stóðu því? Fékkstu frá og af? Já, og sem sagt, já, þetta var svona eitthvað sem að kom til manns afar úr báðum áttum og... Já. Og fyrir hverju varstu mest spenntur? Súkkulaðinu eða það sem var inn í súkkulaðinu og egginu? Málsátturinn var náttúrulega alltaf mikilvægur. Og mátaðist hann oft við það sem var að gerast í þínu lífi? Ég er ekki viss um það. Nei, það verður ekki verið spádómur að þú er alveg dásamlegur tónlistarmaður. Nei, en það kannski var ekkert sem gaf það til kynna á þessum tíma. Hvað varstu gamall þú manst þetta fyrsta páskaegginu? Já, það hefur nú kannski bara verið þegar ég var 6-7 ára. Þú manst nú ansi langt yfirleitt. Já, ég... Þræl minnugur. Já. Það hefur nú háð þér hvað þú ert minnugur. Já, ég man sólmyrkvann árið 1954. Varstu ekki búin að segja frá því einhvern tímann sem það? Það er aldrei og oft sagt að maður hafi mun eftir einhverju, sem sagt, þegar maður var 2,5 árs gamall. Nei. En í sambandi við þessa fuglaþráðina. Já. Og ég var nú að lesa í þessa dásamlegu bók að Sigurð Ægissonar. Já. Og þar fremst í bókinni er hann með smá hugleiðingu fugla. Já. Og það sem sló mig sérstaklega og það fuglarnir og ég kalla það himinhvolfið. Ég veit, þú vilt ekki kalla það himinhvolfið því það einhverstaðar í stjarnheimum. Já. En hann var að tala það sérst að fuglar voru svo helgar verur og því að þær náðu lengst allra lifandi dýra næst guðdóminum. Það er ekki lítið. Nei. Spurning hvort þeir hafi vitað af þessu fuglarnir. Ég held að þeir séu nefnilega að þeir eru miklu boðberar og hafa það í eðli sínu, ekki rétt? Jú. Og bara það eitt, það eitt að þeir skulu vera vængjaðir. Já, það margir sem öfunda á vængjunum. Og svo eru þeir sem ekki geta flogið en hafa samt vængi. Já. Hver eru þeir til dæmis? Fuglar sem ófleygir fuglar eru. Já. Það var náttúrulega, geirfuglinn var nú frægur. Hann er farinn. Hann er farinn frá okkur. Því miður. Það ég meina, strúturinn er fugl. En hvað með mörgæsirnar? Mörgæsirnar, auðvitað, ekki fljúga þær. Nei, og heldur ekki menn í mörgæsabúningum sem sækja fundi? Nei, það náttúrulega, þeir fljúga nú ekki langt. Nei. En ég ætla að segja svolítið. Já. Að nú ég búin að búa með þér í öll þessi ár. Já. Það sést nú ekki á þér. Ég farið vel með þig. Það virðist vera, já. En það sem að þú segir alltaf með jöfnu bili, makalaust hvað mér dreymdi í nótt. Þetta ég með söguna. Já. Endur tekið segir hann, makalaust hvað mér dreymdi í nótt. Og hvað var það? Og ég veit nokkuð þegar hann segir þetta með þessum þunga og þú segir þetta með þessum þunga og hlustiðu nú á, þá segist hann hafa flogið yfir landið, flogið yfir Reykjavík, séð alls konar hluti úr lofti. Ég að segja satt. Já, þetta alveg satt. Ég var með ótrúlegur hæfileiki sem að ég
var nú bara ekki nógu lengi hjá mér, en þá var ég sko bara eins og væri verið að taka kvikmynd og ég En þetta hæfileiki að drauma að maður sé að fljúga? Já, mér fannst þetta svo skemmtilegt. En það ekki beint hæfileiki það? Og þetta var svo raunverulegt. Alveg ótrúlega raunverulegt. Þannig að það sem okkur dreymir hef aldrei komið til. Það sem við dreymir til dæmis, segir mig dreymir það að ég sé einhvers staðar á stórkostlum stað í heiminum. Og ég stend upp á sviði og syng fyrir stóran hóp fólks og mér tekst mjög vel til. Já. Í draumi. Í drauminum. Er það þá hæfileiki? Nei, þetta kannski engin hæfileiki. Ég veit ekki hvað á að kalla það þegar maður steinsofandi og lendir svo í allslags hlutum, bæði góðum og ekki eins góðum. Og stundum geta það nú orðið óttalega leiðinleg, sko. Draumarnir? Já. Og maður lendir í vesinni stundum? Ég í stöðugu vesinni núna og hef verið talsveit lengi núna. Þetta ekki gott að heyra. Þú sem ert alltaf að tala kyrðina á Eyrarbakka. Já. Og það sést nú ekki á þér. Nei, þá þarf ég að borga fyrir kyrðina með því að vera að dreyma eitthvað í einhverju vesinni á næturna. Já, þetta þarf alltaf að hafa jafnvægi, sko. Já. Það getur ekki verið síklaður á daginn og líka sofa vel, alltaf. Nei, alltaf séu til draumlæknar. Já, svo sannarlega. Já. Þú ferð í dáleiðslu. Já. Já. Ég trú ekki að sé þetta dáleiða mig. Já, ekki segja það. Maður aldrei að segja slíkt. Nei, ekki að óreyndu, sko. Nei. Ég reyndar aldrei reynda. Nei. Aldrei reynda. En það sem núna að gerast hjá okkur hjá þjóðinni og það sem svo makalust og nú ár síðan að við þurftum að fresta öllu sem hétu fuglatónleikar í Eyrarbakkakirkju. Og við vorum nú á því hérna fyrir nokkrum vikum að við ætlum að aldeilis að gera það og ég var búin að finna út úr því hvernig við gátum skráð niður nöfn, gesta og þetta var allt saman hið besta mál, kirkjan stór og rúmar marga, þannig að við hlökkuðum mikið til. Svo bara snúast vindar og veirur og þá að gera að halda áfram að láta ljós sitt skína og aðalegi þitt ljós, Vali minn, söngvari og tónskáld. Já, það verður náttúrulega. En þetta svolítið sérkennilegt að ári eftir að COVID tók yfir, þá bara kemur allt í einu eldgos. Já. Ekki stórt. Finnst þið það vera málið núna? Nei, það var bara, mér finnst það bara svolítið svona mögnuð uppákoma að þetta, kom svona frekar nálægt það leyti í fyrra sem að var að byrja COVID, og núna kemur eldgos. Heldur þú að þá að móður jörð henni sé bara búið að ofbjóða? Já, hún hefur fulla ástæðu til að láta sér ofbjóða ýmislega. Já, en svo reyndar frá því að COVID hófst hafa gerst aðri hlutis, núna hefur enginn skaðast svona að teljandi nema fólk hefur brotnað þarna uppi á fjallinu að skoða gosið, en semst svo hefur þetta í mildtíðinni hefur landinn og þjóðin og farið í gegnum alls konar hremmingar, aurskriður og snjóskriður og vond veður hérna fyrir austan og vestan og svo framvegis. En gosið þetta kannski gerir það verkum að það dregur svolítið athyglina frá þessari, hvað getum við kallað þessum þunga sem hefur fyllt kófinu. Já. Og þá það ákveð spennandi að hafa eldgos. Ég myndi segja það, fólk fer að horfa á Geysi og það kemur víða að úr heiminum. Þannig eldgos, alvöru eldgos. Það ekki verið að setja sápjón í sprungu. Nei. Þetta alveg kraumandi leðja hann undir. Ég komst einu sinni nálægt eldgosi sem var nú reyndar ekki eldgosbent, en það var gífurlega stór hraun, bara einlega eins og lítið stöðuvatn sem bara gekk upp og niður. Þetta var þegar við vorum að taka upp kvikmyndina Hvíta máva. Já. Þetta var í Mývatnssveitinni, sko, þarna, og þar fyrir ofan. Já. Og þetta var heilmikið bara að lifa þetta, bara sjá þetta og finna fyrir þessu, þetta. En það voru ekki neina spýjur, sko, þetta bara var dúandi hraunmassi
og já. Þetta mögnuð upplifun. En nú erum við komið svolítið út fyrir páskaumræðuna því að við ætlum svona að gera þetta páskaþætti og við þetta eigum einn eftir á skírdag. Jú. Nei, ekki á skírdag. Nei, nú er skírdagur og við ætlum að gera aftur á sunnudaginn páskadag. Og þá er líka svona, kannski þurfum að velta vöngum yfir sem sagt eðli þessara hátíðar. Hér fléttast saman sorg og gleði. Heldur betur. Og nú við í rauninni að líta til svona ákveðna hreinsunar og þess að það gerast hlutir og við erum búin að gangi í gegnum hremmingar. En svo tekur birtan við og birtan sem að felast í páskahátíðinni að hún er skínandi björt þegar að við erum búin að fara í gegnum þennan stóra dag sem tekur við á morgun föstudaginn langa. Já, það er náttúrulega var alltaf svona þessi langi föstudagur sem ég man eftir að ég hugsaði svolítið þetta okkur er svona langur og Já, þú skildir ekki alveg hvað það þýddi? Ekki, nei, og ég veit ekki hvort ég skildi það ennþá, en þetta var bara eitthvað sem var sett á þennan dag, þarna sem sagt samkvæmt Biblíunni dó Kristur á krossinum og það tók langan tíma fyrir hann og þetta var náttúrulega bara hræðilegar lýsingar og grimmdin náttúrulega var svo mikil og grimmdin er náttúrulega ennþá til staðar hér í heiminum, jafnvel sem aldrei fyrir. En í þessum boðskap sem að felst í þessu sem að hann gengur í gegnum, að þar er ilskunni og heimskunni telt saman. Já, það er fín blanda, sko, en ekki kannski mjög þægileg. Nei, en þetta er í rauninni ekkert óeðlileg tvenna. En það segir hann þarna, þeir vita ekki hvað þeir gjöra. Nei. Og þetta er, en núna erum við að sameinast í þessari hátíð og í mörgum löndum að þá er þessi hátíð miklu stærri og mikilvægari heldur en til dæmis jólin. Já. Og það er, við kannski sameinumst í því og þetta er svo löng saga líka í kringum allt sem heita páskahefðir. Og ég ætla nú að fara að segja frá því og eftir. Já. En ég held að við eigum fyrst og fremst að hugsa til þess að páskarnir núna, að þeir eru öðruvísi, mjög ólíkir páskunum í fyrra. Þá var COVID og koronaveiran nýskollin á og fólk var gjörsamlega, þetta var svo mikið áfall og síðan er búið að gerast svo geypilega margt. Og vísindin hafa lagt svoleiðis nótt við nýtan dag til að finna lausnir til þess að koma okkur á réttan kjöl. Og núna, eins og í fréttunum segir, að þá er ekki þessi, eins og maður kallar móðursýki, það er nú ljótt að kalla það og tengja það við konur, en þessi hystería að þurfa og mega ekki missa af neinu. Allt þarf að vera eins. Og þið þurfum að komast, ferða ykkar og fara milli landa og fara landi. Nú er fólk miklu sáttara við það og það horfir á framtíðina með von í brjósti og það er einmitt það, þar liggur boðskapur páskana. Og ég er að velta fyrir mig Valgeir Guðjónsson, tónlistarmaður, eiginmaður minn, til 46 ára. Hvort að þarna þú myndir kannski vilja spila fyrir þetta fólk sem er komið á skjáinn hérna hjá okkur og horfir að horfa. Já, ég glemdi að minnast á það að við gátum ekki streymt á YouTube. Það kallar oft 24 tíma fyrirvara. Mikið áfall. Þannig að ég vona að einhverju sé að horfa á Facebook-síðu Bakkastofu. En á sunnudaginn skírdag, þá eru sko liðni 24 tímar frá því við skráðum okkur í streymi á YouTube. Þannig að þá ættum við að geta haft val, farið inn á Bakkastofusíðuna eða farið inn á YouTube. Hvernig líst þér á að syngja þá fyrir þá sem hafa ratað inn á Facebook-síðu Bakkastofu og
og syngja fyrir þetta fólk. Já, ég... En þarna ertu með stól. Ég setti sérstaklega þennan hvíta stól og Sindri, hann sem er hér stýrir tökum, hann er nefnilega svo natinn og hann setti svo fallega páskaskreitingu hjá tónskaldinu. Það sést reyndar ekki páskaskreitinguna þegar þú sestur vantarlega, en það gæti komið þannig út að þú fáir blóm upp úr höfðinu. Og það finnst, þá ertu blómstrandi maður á 70-saldri. Já, það er blómadrottningar í Hveragerði. Við geta verið með blómakall í... Já, Eyrarbakka. Á Eyrarbakka. Á páskum. En ekki alla daga. Hvernig kemur þetta út, Sindri? Er hann með páskablómið upp úr höfðinu? Já. Er það ekki? Þú tekur þig geipilega vel út svona. Er það ekki? Jú, ég held þú verið alltaf að vera með svona blóma bak við þig. Já, ég bara fer að vinna í því. Sett mold hérna í hvirfilinn og vita hvort það kom ekki eitthvað upp. Já, það verður nú gaman. Já, ég veit um nokkur fræ. Hún Klara, nágrannar konu okkar, hún var fræ. Við skulum finna út af þessu. Ræðum við Klöru. Já, nákvæmlega. Heyrðu, ég ætla sem sagt að spila aðalega lög mín við kvæði Jóhannesar úr Kötlum og hér er sem sagt lag sem heitir Sumar í Köldukinn og þetta lag það er eitthvað svo græskulust og fallegt þessi kveðskapur, hann er svo fyndinn og þetta er bara lítið lag en þetta er svona lag sem að fær mann til þess að brosa að minnstakosti út í annað. Hljómar vel. Býtum nú við hvernig já. Þetta eru heimatónleikar, sko. Já. Ertu svona Inga Ló, amma þín í koti bjó, tók af sauðum, tók upp mó, tók í nef úr kylli. Fór til grasa, sótti sjó, svo var hún góð á milli. Hún fór til grasa, sótti sjó, svo var hún góð á milli. Inga Ló, ég elska þig, ætlarðu ekki að kyssa mig, loksins fær að sýna sig, sálar þinnar styrkur. Neitarð að vera notaleg, nema það sé myrkur. Neitar að vera notaleg, nema það sé myrkur. Nú hækkum við heiltón. Það hljómar vel. Já. Veist að hérna í Köldukinn, kát og fjörugt margt eitt sinn, þegar glaðan glókollinn, guðleg sólin hristi. Amma þín, hann afa minn, alveg hygglust kyssti. Hún amma þín, hann afa minn, alveg hygglust kyssti. Hún kyssti. Kyssti og kyssti og kyssti og kyssti og kyssti og kyssti og hugsanlega hún bara ennþá að kyssa blessaðan mannin.